Sýnst allt alveg. Það fólk komið inn. Og skettingar, sketting hér. Getur þetta. Fyrirgeðu elsku vinur, en ég bara búinn að vera vallaus síðasta og búinn að reka slæmur í hálsi og því mun kona mín lesa hér í dag og koma orðina áleiðis til ykkar. Það reynir svolítið á röddina að koma með hana til ykkar en ég maður eiga breytingu hérna það við fallega kona mín og tók auðvitað höndina og ætla að lesa fyrir ykkur dagina og hefði bara afsaka mig og svo verið að njóta stundarinnar og verið velkomin. Við erum hér til þess að koma Guðs orði að og til ykkar til að blessun Guðs komist áfram. Í Jesú heilaga nafni, amen. Yes, amen. Be welcome here to the screen. I've been having a bad throat and so a little bit hard for me to speak. But my wife took the stick for me and is gonna step in and she's gonna read to you today. And because we are here to give the good news out, and so my beautiful wife is gonna take over this, and so this is gonna be a blessing today like it's a blessing for us. And like I always say, be welcome on Grace Church in Daily Prayer in Iceland. Verið velkomin hérna á Grace Church Daily Prayer og allir segja Amen on this wonderful Mikuday og þessu myndislega Mikuday. Be welcome here on Daily Prayer on this wonderful Wednesday. And everybody, Amen. We're gonna start now from Marcus 5 and 6. Chapter 5 and 6. Já. Excuse me. It's gonna take on. God bless you today. God bless. Já, þið skoðið. Elsku Jesús, við leggjum mér svo stundi þínar hendur drátt mér. Heilagar andi, biðjumst um blessi varir og Sigga og læknir Sigga í hálsinu drátt mér og hann fá röddina sinni tilbaka drátt mér og gefur okkur öllum frið í huga okkar og hjarta okkar og blessar okkur öll í Jesú heilaga nafni, amen. Við ætlum að lyfta upp nokkrum nöfnum fyrir náðuna. Við ætlum að lyfta upp Friðriki, Ólafi, Óskari, Hrafni, Birnu, Sindra, Kristjáni og Ragnari og Bjarna. Í Jesú heilaga nafni, amen. 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 Okay, now we're gonna we're gonna keep on reading from Mark, and she's gonna read chapter 5 and 6 today. Yeah. So, and then we're gonna let you listen this in King James 16:11, like we always do here on Daily Prayer. Og þess að við gerum ávallt hér á Daily Prayer að við spilum þetta einni á ensku með King James 16:11. Og með þetta bless ykkur í Jesú nafni. Amen. 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 Já. Þeir komu nú yfir vatnið í byggð Garsena og leið og Jesús stég úr bátnum kom maður á móti honum frá gröfunum, haldinn óhreinum anda. Hann hafðist við í gröfunum og enginn gat lengur bundið hann, ekki einu sinni með hlekkjum.
Oft hafði hann verið fjötraður á fótum og höndum, en hann braut jafnóðum af sér hlekkina og sleit fjötrana, og gat enginn ráðið við hann. Allar nætur og daga var hann í gröfunum eða á fjöllunum, æpti og lamdi sig grjóti. Þegar hann sá Jesús álengdar, hljóp hann og féll fram fyrir honum og æpti hárri röddu: Hvað vilt þú mér, Jesús, sonur Guðs hins hæsta? Ég særi þig við Guð, kvel þú mig eigi. Þegar Jesús hafði sagt við hann: Þú óhreini andi, far þú út af manninum. Jesús spurði hann þá: Hvað heitir þú? Hinn svaraði: Hersing heiti ég, við erum margir. Og hann bað Jesús ákaft að senda þá ekki brott úr héraðinu. En þar í fjallinu var mikil svínahjörð á beit, og þeir báðu hann: Send oss í svínin og lát oss fara í þau. Hann leyfði þeim það, og þá fóru óhreinu andarnir út í svínin, og hjörðin nær 2000 ruddist fram á hamrinum og vatnið og drukknaði þar. En hirðarnir flýðu og sögðu tíðindi í borginni og sveitinni. Menn fóru því þá að sjá hvað gjörst hafði, komu til Jesús og sáu haldna manninn sem hersingin hafði verið í, sitja þar klæddan og heilvita, og þeir urðu hræddir. En sjónavottar sögðu þeim hvað fram hafði farið að haldna manninn og frá svínunum. Og þeir tóku að biðja Jesú að fara burt úr héraðinum þeirra. Þá hann stég í bátinn, bað sá haldinn hafði verið að fá að vera með honum. En Jesús leyfði honum það eigi, heldur sagði: Far heim til þín og hinna, og segð þeim hve mikið Drottinn hefur gjört fyrir þig, og verið þig miskunnsamur. Hann fór og tók að kunngera í Dekapólis hve mikið Jesús hafði fyrir hann gjört, og undruðust það allir. Þegar Jesús kom aftur yfir á bátnum, safnaðist að honum mikill mannsfjöldi, þar sem hann var við vatnið. Þar kom og einn af samkvæmdastjórum, Jairus að nafni, og hann sá Jesús, féll hann til fóta á honum, bað hann ákaft og sagði: Dóttir mín litla er að dauða komin, kom og legg hendur yfir hana, að hún læknist og lifi. Jesús fór með honum, og mikill mannfjöldi fylgdi honum, og var þröng hann. Þar var kona sem hafði haft blóðlát í 12 ár. Hún hafði orðið margt að þola hjá mörgum læknum, kostað til aleigu sinni, en engan bata hafði hún fengið, öllu heldur versnað. Hún heyrði Jesús og kom nú í mannþröngin og að baki honum og snart klæði hans. Hún hugsaði: Ef ég fæ aðeins að snert klæði hans, mun ég heil verða. Jafn skjótt hvarf blóðlát hennar, og hún fann það á sér að hún var heil af meini sinu. Jesús fann þegar á sjálfum sér að kraftur hafði farið út frá honum, og hann sneri við í mannþrönginni og sagði: Hver snart klæði mín? Lærisveinarnir hans sögðu við hann: Þú sérð að mannfjöldinn þrengir að þér og spyrð þó hver snart mig. Hann litaðist og sá til að sjá hver þetta hafði gjört, en konan sem vissi hvað fram við sig hafði farið, kom hrædd og skjálfandi, féll til fóta á honum og sagði honum allan sannleikann. Jesús sagði við hana: Dóttir, trú þín hefur bjargað þér. Far þú í friði og ver heil meina þinna. Meðan hann var að segja þetta, koma menn heiman frá samkvæmdastjóranum og segja: Dóttir þín er látin, hví ómakar þú meistarann lengur? Jesús heyrði hvað
þeir sögðu, en gaf ekki heldur sagði við samkvæmdastjórann, óttast ekki, trú þú aðeins. Og nú leyfði hann engum að fylgja sér nema Pétri og þeim bræðrum Jakobi og Jóhannesi. Þeir koma að húsi samkvæmdastjórans, þar sér hann að allt í uppnámi, grátur mikill og kveinan. Hann gengur inn og segir við þá, hví hafið þér svo hátt að þér grátið? Hví hafið þér svo hátt og grátið? Barnið ekki dáið, það sefur. En þeir hlógu að honum, þá lét hann alla fara út og tók með sér föður barnsins og móður og þá sem með honum voru og gekk þar inn þar sem barnið var. Og hann tók í hönd barnsins og sagði, Talitha kum, það þýðir stúlka litla, ég segi þér, rísu upp. Skjótt reis stúlkan upp og fór að ganga en hún var 12 ára og menn urðu frá sér numdir af undrun. En hann lagði ríkt á við þá að láta engan vita þetta og bauð að gefa henni að eta. Þaðan fór Jesús og kom í ættborg sína og lærisveinar hans fylgdu honum. Þegar hvíldardagur var kominn tók hann að kenna í samkvæmdinni og þeir mörgu sem á hlýddu undruðu stórum, þeir sögðu, hvaðan kemur honum þetta? Hver sú speki sem honum gefin? Og þau kraftar sem gerast fyrir hendur hans. Þetta ekki smiðurinn sonur Maríu og bróður þeirra Jakobs, Jósef, Júdasar og Símonar? Og eru ekki systur hans hér hjá oss? Og þeir hneyksluðust á honum. Og sagði Jesús, hvergi spámaður minna metin en í landi sínu með frændum og heimamönnum, og hann gat ekki gjört þar neitt kraftaverk nema hann lagði hendur yfir nokkra sjúka og læknaði þá. Og hann undraðist vantrú þeirra. Hann fór nú þorpin og þar í kring og kenndi, og hann kallaði þá 12 til sín, tók að senda þá út 2 og 2 og gaf þeim vald yfir óhreinum öndum. Hann bauð þeim að taka ekkert til ferðarinnar annað en staf, ekki brauð, mal né peninga í belti. Þeir skyldu hafa skó á fótum en ekki 2 kyrtla, og hann sagði við þá, hvar sem þér fáið inni þar að aðsetur yðar, uns þér leggið upp að nýju, en hvar sem ekki tekið við yður, né á yður hlýtt, þaðan skulu þér fara og hrista dusti af fótunum yðar, þeim til vitnisburðar. Þeir lögðu af stað og predikuðu að menn skyldu gjöra iðrun, ráku út marga illa anda og smurðu marga sjúka með olíu og læknuðu þá. Heródes konungur frétti þetta, enda var nafn Jesú orðið víðfrægt, sögðu sumir. Jóhannes skírari risinn upp frá dauðum, þess vegna eru kraftarnir að verki í honum. Aðrir sögðu, hann Elía, en aðrir, hann spámaður eins og spámennirnir fornu. Þegar Heródes heyrði þetta, sagði hann, Jóhannes sem ég lét hálshöggva, hann upprisinn. En Heródes hafði sent menn að taka Jóhannes höndum, fjötra hans og varpa í fangelsi vegna Heródesar, konu Fílibusar, bróður síns. Hann hafði fengið að eiga hana, en Jóhannes hafði sagt við Heródes, þú mátt ekki eiga konu bróður þíns. Þess vegna lagði Heródes fæð á Jóhannes og vildi deyða hann, en gat ekki.
því Herodes hafði beyg af honum og verndaði hann þar eð hann vissi að hann var maður réttlátur og heilagur. Hann komst í mikinn vanda þegar hann hlýddi á mál hans, en þó var honum ljúft að hlusta á hann. En nú kom hentugur dagur á afmæli sínu, gjörði Herodes veislu gæðingunum sínum, hershöfðingjum og fyrirmönnum Galíleu. Dóttir Herodesar gekk þar inn og sté dans. Hún hreif Herodes og gesti hans, og konungur sagði við stúlkuna: Bið mig hvers þú vilt og ég mun veita þér. Og hann sór henni: Hvað sem þú biður það mun ég veita þér, allt að helmingi ríkið míns. Hún gekk þá út og spurði móður sína: Hvað á ég að biðja? Hún svaraði: Höfuð Jóhannes skírara. Jafn skjótt skundaði hún til konungs og bað hann: Gef mér þegar á fati höfuð Jóhannes skírara. Konungur var hryggur við, en vegna eiðsins og gesta sinna vildi hann ekki synja henni þessa, heldur sendi þegar varðmann og bauð að færa sér höfuð Jóhannesar. Hann fór og hjó af höfuð Jóhannesar í fangelsinu, kom með höfuð hans á fati og færði stúlkunni, en stúlkan móður sinni. Þegar lærisveinar hans fréttu þetta, komu þeir og tóku lík hans og lögðu í gröf. Póstarnir komu nú aftur til Jesú og sögðu honum frá öllu og þeir höfðu gjört og kennt. Hann sagði við þá: Komið þér nú á óbyggðan stað, svo að við séum einir saman og hvílist stund. En fjöldi fólks var stöðugt að koma og fara, svo að þeir höfðu ekki einu sinni næði til að matast, og þeir fóru á bátnum einir saman á óbyggðan stað. Menn sáu þá fara og margir þekktu þá, og nú streymdi fólk þangað gangandi úr öllum borgunum og varð á undan þeim. Þegar Jesús steig á land, sá hann mikinn mannfjölda og hann kenndi í brjósti þá, því þeir voru sem sauðir engan hirði hafa, og hann kenndi þeim margt. Þá mjög áliðið dags komu lærisveinar hans að máli við hann og sögðu: Hér engin mannsbyggð og langt í daginn liðið. Láð þá fara að þeir geti náð til bíla og þorpa hér í kring og keypt sér eitthvað til matar. En hann svaraði þeim: Gefið þeim sjálfir að eta. Þeir svara honum: Eigum við að fara og kaupa brauð fyrir 200 denara og gefa þeim að eta? Jesús spyr þá: Hve mörg brauð hafið þér? Farið og gætið að. Þeir hugðu og svöruðu: 5 brauð og 2 fiska. Þá bauð hann þeim að láta alla setjast í greingresið og skipta sér í hópa. Þeir settust niður í flokkum, 100 í sumum en 50 öðrum. Og hann tók brauðin 5 og fiskana 2, leit upp til himins, þakkaði Guði, braut brauðin og gaf lærisveinunum til að bera fram fyrir mannfjöldann. Fiskunum 2 skipti hann og meðal allra. Og þeir neyttu allir og urðu mettir. Þeir tóku saman brauðbita og fyllti 12 körfur, svo og fisklifarnar, en þeir sem brauðana neyttu voru 5.000 karlmenn. Tafarlaust knúði hann lærisveina sína að fara í bátinn og halda á undan og fara undan yfir til Betsædu, meðan hann sendi fólki á brott. Og þá hann hafði kvatt það, fór hann til fjalls að biðjast fyrir.
Þegar kvöld var komið var báturinn í miðju vatni, en hann einn á landi. Hann sá að þeim var þungur róðurinn, þegar vindurinn var á móti þeim og langt var liðið nætur. Kemur hann til þeirra, gangandi á vatninu og ætlar framhjá þeim. Þegar þeir sáu hann ganga á vatninu, hugðu þeir að þar færi vofa og æptu yfir sig, því allir sáu þeir hann og varð þeim bilt við. En Jesús mælti jafn skjótt til þeirra: Verið hughraustir, það er ég, verið óhræddir. Og hann stigi í bátinn til þeirra og lagði það vindinn. Og þeir urðu öldungis agndofa, enda höfðu þeir ekki skilið það sem gjörst hafði með brauðin. Hjörtu þeirra voru blind. Þegar þeir höfðu náð yfir komu þeir að landi við Gestanet og lögðu þar að leið og þeir stigu úr bátnum, þekktu menn hann, og fólk tók að streyma fram og aftur allt hérað og bera sjúklinga í burðarrekkjum hvert þangað sem þeir heyrðu að hann væri, og hvar sem hann kom í þorp, borgir eða bæi. Lögðu menn sjúka á torgin og báðu hann að þeir fengju rétt að snerta fald klæða hans, og allir þeir sem snertu hann urðu heilir. Í Jesú nafni, amen. In Jesus' name, amen. Amen. Beautiful words written from my wife to you. May it be a blessing to you. Og may it vera blessun til ykkar og þessi yndislega orð sem að konan mín var að lesa hér í dag. Amen. Og núna förum við í að hlusta í King James 16:11 sem við gerum hér ávallt á til Kristjáns Daily Prayer, og því þetta mun fallegra að skrifa. Wow, ljóðlega völd maður. Mun fallegra að skrifa King James og betri skilningur til okkar. Ég veit að þeir sem eru að hlusta, sem eru íslenskir, að þeir skilji allir vel ensku, og mæli ég eindregið með því að hlusta vel á King James 16:11, þetta fallega skrifað. And now we are going to play this King James 16:11 for you that are listening in other countries, and so enjoy this that my wife was reading, and now we can play. It's wonderful Wednesday. Amen. Mark 5. And they came over unto the other side of the sea, into the country of the Gadarenes. And when he was come out of the ship, immediately there met him out of the tombs a man with an unclean spirit, who had his dwelling among the tombs. And no man could bind him, no, not with chains, because that he had been often bound with fetters and chains, and the chains had been plucked asunder by him, and the fetters broken in pieces. Neither could any man tame him. And always, night and day, he was in the mountains, and in the tombs, crying and cutting himself with stones. But when he saw Jesus afar off, he ran and worshipped him, and cried with a loud voice, and said, What have I to do with thee, Jesus, thou Son of the Most High God? I adjure thee by God that thou torment me not. For he said unto him, Come out of the man, thou unclean spirit. And he asked him, What is thy name? And he answered, saying, My name is Legion, for we are many. And he besought him much that he would not send them away out of the country. Now there was there nigh unto the mountains a great herd of swine feeding. And all the devils besought him, saying, Send us into the swine, that we may enter into them. And forthwith Jesus gave them leave. And the unclean spirits went out, and entered into the swine. And the herd ran violently down a steep place into the sea. They were about 2,000.
and were choked in the sea. And they that fed the swine fled, and told it in the city and in the country. And they went out to see what it was that was done. And they come to Jesus, and see him that was possessed with the devil, and had the legion sitting, and clothed, and in his right mind. And they were afraid. And they that saw it told them how it befell to him that was possessed with the devil, and also concerning the swine. And they began to pray him to depart out of their coasts. And when he was come into the ship, he that had been possessed with the devil prayed him that he might be with him. Howbeit Jesus suffered him not, but saith unto him, Go home to thy friends, and tell them how great things the Lord hath done for thee, and hath had compassion on thee. And he departed, and began to publish in Decapolis how great things Jesus had done for him. And all men did marvel. And when Jesus was passed over again by ship unto the other side, much people gathered unto him. And he was nigh unto the sea. And behold, there cometh one of the rulers of the synagogue, Jairus by name. And when he saw him, he fell at his feet, and besought him greatly, saying, My little daughter lieth at the point of death. I pray thee come, and lay thy hands on her, that she may be healed, and she shall live. And Jesus went with him, and much people followed him, and thronged him. And a certain woman, which had an issue of blood 12 years, and had suffered many things of many physicians, and had spent all that she had, and was nothing bettered, but rather grew worse, when she had heard of Jesus, came in the press behind, and touched his garment. For she said, If I may touch but his clothes, I shall be whole. And straightway the fountain of her blood was dried up, and she felt in her body that she was healed of that plague. And Jesus, immediately knowing in himself that virtue had gone out of him, turned him about in the press, and said, Who touched my clothes? And his disciples said unto him, Thou seest the multitude thronging thee, and sayest thou, Who touched me? And he looked round about to see her that had done this thing. But the woman, fearing and trembling, knowing what was done in her, came and fell down before him, and told him all the truth. And he said unto her, Daughter, thy faith hath made thee whole. Go in peace, and be whole of thy plague. While he yet spake, there came from the ruler of the synagogue's house certain which said, Thy daughter is dead. Why troublest thou the master any further? As soon as Jesus heard the word that was spoken, he saith unto the ruler of the synagogue, Be not afraid, only believe. And he suffered no man to follow him, save Peter, and James, and John, the brother of James. And he cometh to the house of the ruler of the synagogue, and seeth the tumult, and them that wept and wailed greatly. And when he was come in, he saith unto them, Why make ye this ado and weep? The damsel is not dead, but sleepeth. And they laughed him to scorn. But when he had put them all out, he taketh the father and the mother of the damsel, and them that were with him, and entereth in where the damsel was lying. And he took the damsel by the hand, and said unto her, Talitha cumi, which is, being interpreted, Damsel, I say unto thee, arise. And straightway the damsel arose, and walked, for she was of the age of 12 years. And they were astonished with a great astonishment. And he charged them straitly that no man should know it, and commanded that something should be given her to eat. Ja. Mark 6. And he went out from thence, and came into his own country, and his disciples followed him. And when the Sabbath day was come, he began to teach in the synagogue. And many hearing him were astonished, saying, From whence hath this man these things? And what wisdom is this which is given unto him, that even such mighty works are wrought by his hands? Is not this the carpenter, the son of Mary, the brother of James and Joseph, and of Judah and Simon? And are not his sisters here with us? And they were offended at him. But Jesus said unto them, A prophet is not without honor, but in his own country, and among his own kin, and in his own house.
and he could there do no mighty work, save that he laid his hands upon a few sick folk, and healed them. And he marveled because of their unbelief. And he went round about the villages, teaching. And he called unto him the 12, and began to send them forth by 2 and 2, and gave them power over unclean spirits, and commanded them that they should take nothing for their journey save a staff only, no scrip, no bread, no money in their purse, but be shod with sandals, and not put on 2 coats. And he said unto them, In what place soever ye enter into an house, there abide, till ye depart from that place. And whosoever shall not receive you, nor hear you, when ye depart thence, shake off the dust under your feet for a testimony against them. Verily I say unto you, it shall be more tolerable for Sodom and Gomorrah in the day of judgment than for that city. And they went out, and preached that men should repent. And they cast out many devils, and anointed with oil many that were sick, and healed them. And King Herod heard of him, for his name was spread abroad. And he said, that John the Baptist was risen from the dead, and therefore mighty works do show forth themselves in him. Others said that it is Elias, and others said that it is a prophet, or as one of the prophets. But when Herod heard thereof, he said, It is John, whom I beheaded. He is risen from the dead. For Herod himself had sent forth and laid hold upon John, and bound him in prison for Herodias' sake, his brother Philip's wife, for he had married her. For John had said unto Herod, It is not lawful for thee to have thy brother's wife. Therefore Herodias had a quarrel against him, and would have killed him, but she could not. For Herod feared John, knowing that he was a just man and an holy, and observed him. And when he heard him, he did many things, and heard him gladly. And when a convenient day was come, that Herod on his birthday made a supper to his lords, high captains, and chief estates of Galilee. And when the daughter of the said Herodias came in and danced, and pleased Herod, and them that sat with him, the king said unto the damsel, Ask of me whatsoever thou wilt, and I will give it thee. And he sware unto her, Whatsoever thou shalt ask of me, I will give it thee, unto the half of my kingdom. And she went forth, and said unto her mother, What shall I ask? And she said, The head of John the Baptist. And she came in straightway with haste unto the king, and asked, saying, I will that thou give me by and by in a charger the head of John the Baptist. And the king was exceeding sorry, yet for his oath's sake, and for their sakes which sat with him, he would not reject her. And immediately the king sent an executioner, and commanded his head to be brought. And he went and beheaded him in the prison, and brought his head in a charger, and gave it to the damsel, and the damsel gave it to her mother. And when his disciples heard of it, they came and took up his corpse, and laid it in a tomb. And the apostles gathered themselves together unto Jesus, and told him all things, both what they had done, and what they had taught. And he said unto them, Come ye yourselves apart into a desert place, and rest a while. For there were many coming and going, and they had no leisure so much as to eat. And they departed into a desert place, by ship privately. And the people saw them departing, and many knew him, and ran afoot thither out of all cities, and outwent them, and came together unto him. And Jesus, when he came out, saw much people, and was moved with compassion toward them, because they were as sheep not having a shepherd. And he began to teach them many things. And when the day was now far spent, his disciples came unto him and said, This is a desert place, and now the time is far past. Send them away, that they may go into the country round about, and into the villages, and buy themselves bread, for they have nothing to eat. He answered and said unto them, Give ye them to eat. And they say unto him, Shall we go and buy 200 pennyworth of bread, and give them to eat? He saith unto them, How many loaves have ye? Go and see. And when they knew, they say, 5, and 2 fishes. And he commanded them to make all sit down by companies upon the green grass. And they sat down in ranks, by hundreds, and by 50s.
And when he had taken the 5 loaves and the 2 fishes, he looked up to heaven and blessed, and brake the loaves, and gave them to his disciples to set before them. And the 2 fishes divided he among them all. And they did all eat, and were filled. And they took up 12 baskets full of the fragments, and of the fishes. And they that did eat of the loaves were about 5,000 men. And straightway he constrained his disciples to get into the ship, and to go to the other side, before unto Bethsaida, while he sent away the people. And when he had sent them away, he departed into a mountain to pray. And when even was come, the ship was in the midst of the sea, and he alone on the land. And he saw them toiling and rowing, for the wind was contrary unto them. And about the 4th watch of the night he cometh unto them, walking upon the sea, and would have passed by them. But when they saw him walking upon the sea, they supposed it had been a spirit, and cried out. But they all saw him, and were troubled. And immediately he talked with them, and saith unto them, Be of good cheer, it is I, be not afraid. And he went up unto them into the ship, and the wind ceased. And they were sore amazed in themselves beyond measure, and wondered. For they considered not the miracle of the loaves, for their heart was hardened. And when they had passed over, they came into the land of Gennesaret, and drew to the shore. And when they were come out of the ship, straightway they knew him, and ran through that whole region round about, and began to carry about in beds those that were sick, where they heard he was. And whithersoever he entered, into villages or cities or country, they laid the sick in the streets, and besought him that they might touch, if it were, by the board of his garment. And as many as touched him were made whole. Í Jesu nafni, amen. In Jesus' name, amen. And Amen. May it be a blessing on this wonderful Wednesday. Og may þetta vera blessing til ykkur og segja yndislega miðvikudag og allir segja amen. 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 Remember the names we lift up, you pray for them, and ask God to bless them, and ask the Holy Spirit to come and help them with what they are struggling with. And you know that our prayers, they get through, and God is going to bless them through our prayers. And so remember that. Við ykkur að því sem voru möndin sem við nefndum hérna áðan, sem voru listað upp, að biðja fyrir þeim og Guð að blessa þau og við heilagan anda að stíga inn í þær aðstæður sem eiga við og laga það sem laga þarf og eins og vitið þá ansar Guð okkar bænum. In Jesu nafni, amen, and everybody say amen on this beautiful Wednesday. May this word be a blessing to you, and margir á ýmislegt að segja hér á talsvæðinu og það bara ykkar og við njótum orða ykkar og eins og við erum hér, við erum ekki hér til þess að dæma einn eða við gerum það ekki, nei, eins og Guð segir okkur, við dæmum engan og við erum bara við og við erum bara mannleg og allir gera mistök og þannig er bara lífið og við höldum áfram og eins og Guð segir okkur, við eigum ekki að dæma okkur sjálf og því höldum við bara áfram í því sem við erum að gera og höldum áfram á hans vegi og munið þetta að við erum ekki að dæma ykkur fyrir einhvern gjörning að haldið bara áfram og þá mun Guð blessa ykkur og það er okkar, það er áætlunarverk Guðs með okkur og þannig er bara lífið og þannig komast við áfram í lífinu. Og þá verður lífið yndislegt og
og þá mjög gott að lifa lífinu og þá getið verið frjáls og Já. er ekki að dæma ykkur sjálf fyrir eitthvað. Þannig heldur maður áfram í lífinu og Guð blessar það sem maður gerir og lífið er yndislegt. Í Jesú nafni, amen. Amen. Og munið að remember always, don't go judging yourselves or mistakes you do, and just keep on going that God wants you to do, and never judge yourself, and if you make mistakes, just keep on going, and God is always gonna bless your way, and then you're gonna feel the freedom you have, and there's a lot of freedom in that, because it doesn't matter what mistakes you do, He always takes you and He loves you for whatever mistakes you do. That's the good thing about God, that we are under grace, við erum undir náðinni og við erum alltaf fyrirgefningu hans. Í Jesú nafni, amen! On this wonderful Wednesday, on þessum yndislega miðvikudegi og með þetta voru blessun til ykkar. Amen. Já. I got a bad throat, so a little bit nei, það er enginn að fara til helvítis fyrir eitthvað og það er ekki þannig og það er ekkert helvíti, það er bara þinn hugur sem að leiðir þig í þitt helvíti. Því Jesú Kristur er búinn að vinna helvíti og hann er við lyklana og hann tók þetta allt í burtu á krossinum sem kemur fram á krossinum og kramdi Satan upp í sér og tók all möld af honum og það er í ritningunni sem að kemur fram og sem við lifum undir. Við lifum undir náðinni, við lifum undir því og við trúum því að Jesú Kristur hafi farið á krossinn, dáið fyrir okkar syndir og hann hafi risið upp á 3. degi og hann sé lifandi í dag og hann er okkar vald í dag. Og það er engin annar vald yfir okkur nema við sjálf og það er að við höfum frjálsan vilja sem okkur er gefið að við getum gert allt sem við viljum en er það okkur gott eða ekki, það er allt annað mál. Það er ekki að draga þig til helvítis fyrir eitthvað sem þú gerðir. Alltaf þannig. Já, amen. Já. Amen. Guð blessi þig. Já, það er bara Guð blessi þig og þú sem ert að eiga hérna við sjálfa þig að Guð blessi þig og þú blessun hans alltaf og það hann elskar þig mikið meira en þú gerir þig grein fyrir og hérna því höfum allir syndararnir hérna sem hefur verið mestu syndarar á landinu eða hvernig sem þú vilt líta á það að við höfum náðinni í honum og við geta leitað til hans til að fá hjálp við okkar hlutum. Og það er ekkert annar staður sem við fáum þessa hjálp og þessa sáluhjálp við hluti sem við höfum gert sem að við vorum að éta okkur innan fyrir gjörðir okkar. Og þá kom þessi uppfylling sem að við vorum kannski að leita í að reyna að fylla upp í með einhverjum öðrum hætti að þegar Guð steig þar inn og þá kom fyllingin sem okkur vantaði og þá fann maður fyrir þessu frelsi og þetta frelsi gefur hann okkur og þessa innfyllingu með heilugum anda sem hann gefur þér og það er bara með því að trúa á hann og treysta og halda bara áfram og hann hreinsar þig innanfrá hægt og rólega. Það er bara þannig virkar þetta og það tekur sinn tíma. Það eru flestir sem hafa stigið í trúna að þeir finna eitt sem skeður fyrst og við höfum lagt þetta mikið við sem að stigið í fyrstu skrefin í trúnni að hann byrjar á því að
við allt í einu uppgötvum það að við sem vorum svo svartir í tungunni að við réðum ekki við okkur að vera að blóta í hverju einasta orði, að við uppgötvum það eftir smá tíma að við vorum hættir að blóta og alltaf þegar við sögðum eitthvað blóðstýrið þá bitum við á tungur okkar. Og þetta var ósjálfrátt sem skeiði bara inn í manni og maður skildi ekki út af hverju, en það var út af því heilagarandi var alltaf svona klikka á mann svona út af því eins og Jesús segir, passaðu hvað kemur út úr tunguðinni. Því tungaðin brennandi eins og eldur og hún getur verið mjög slæm og við erum að passa okkur hvað við látum út varir okkar. Því nefnir alltaf Jesú Kristur í gegnum alla ritninguna, passið tungu ykkar og tungan okkar skæð og það bara þannig. Og vona ég að við svariðinu skilmerkilega þú skiljið þetta. Og já, það geta sæst og það er svo virkilega með sanni og þannig er það. Og því fyrir okkur að passa tungur. Og eins og við tökum alltaf fram hérna, munið alltaf vera góð við hvort annað. Að verstu góðu við sjálfa þig, þú getur verið góðu við aðra. Og þannig virkar hlutirnir að eins og menn verið góðu við konuna ykkar, segið elskið hana og einnig konur segið við mannin ykkar eða elskið hann og segið það við börnin ykkar að þið elskið og biðjið fyrir fjölskyldu ykkar og elskið náungan eins og sjálfan ykkur og biðjið fyrir náunganum og einnig biðjið fyrir óvini ykkar og elskið óvini ykkar. Og þá mun svo sannarlega Guð elska ykkur því þetta eru allt börnin, við erum öll börnin hans og þannig virkar þetta til þess að við fáum fullkomið frelsi og sáluró út af því að við ætlum að vera að bera bakpoka á okkur alltaf með gremju út í náungan eða óvininn þá erum við að láta náungan og óvininn halda okkur í fangilsi í snöru sinni en ekki að við séum eitthvað með hann í snöru okkar. Það er ekki svoleiðis að virkar ekki þannig inn á huga okkar og þá erum við mér fangið þessara persóna og gangum með gremju og reiðinn okkur alla ævi sem við þurfum ekki að ganga með. Það pæli hvað náungunum finnst alltaf líka hvað náungunum finnst, það skiptir ekki máli. Það eina sem skiptir máli að þú komir vel fram við þig og náungan og vinninn og haldir í hreinu fyrir Guði og þá blessar Guð þig. Og þegar þú gerir mistök, þá blessar alltaf og hreinsar Guð alltaf mistökin og hver sem þau eru. Og þannig virkar bara Guðsemerinn. Og það er rosalega gott og þá fær maður að vera frjáls með Guði. Það er ekki undir einhverju lögmáli eins og þurfa að fylla upp eitthvað regluverk eins og allir eru að reyna að láta undir eitthvað regluverk. En Guð segir að við séum frjáls og við höfum frjálsan vilja alltaf og stundum er þessi bara frjálsan vilja ekki okkur góður og það er bara þannig og þegar við erum að það að taka stýri sjálf að þá kemum við yfirleitt út í skurð og þannig erum við bara en við lifum Guð að stýra en þá fer þetta allt vel og Guð blessar okkar vegu og svona Guð tekur skrefið fyrir okkur og við fylgjum og þannig er það og alveg sem með mig og konu mína við munum það alltaf að hún er alltaf mína fyrirgefningu og
og það bara ég og mér að fylgja Guðs orðum og ég ekki að fara með einhverja gremju út í konu mína út af ykkur, það bara, hún hún og ég og við höldum bara á það og ég elska hana eins og hún og þannig það og ég hún mikil blessun fyrir mig og sem ég elska og hún gullfalleg og ég þakka fyrir Guð í orðinu og hún gullfalleg, já, svo sannarlega og hún Guðskjöf í Jesú nafni, amen og með þessi orð blessi Guð og þið eru alltaf í stjórnvölinn með það hvaða ákvarðanir þið takið í lífinu og ekki líta upp til mannanna því við mennirnir erum alltaf að gera vitlausur en það bara einn sem gerir ekki vitlausurnar og það Guð sem okkar skapari, hann skapaði okkur og gerði okkur svona og við sitjum upp með það, hann bjó okkur til og hann dæmir ekki verk sín og þetta bara svoleiðis og sumir eiga erfitt með að skilja en svona virkar Guðseimurinn og þá gott að lifa í veröldinni þegar maður veit að Guð alltaf sáttur með mann sem lengi að maður fer alltaf að gera eitthvað og þá tala maður við hann og hann róar mann niður og blessar. Í Jesú heila nafni, amen. Amen. And remember, always be good to each other. Tell your husband, tell your wives that you love her, and wives tell your husband that you love them, love your husband, and tell your children that you love them, and love your neighbor like yourself, and pray for your neighbor, and love your enemy, and pray for your enemy, and then God is surely gonna bless you because all mankind is His creation and we gotta pray for the children of God. That's what He wants us to do and that's why we are here. He's spreading out the good news like He wants us to do. And so be good to each other and always remember that. And then you're not carrying a bag that you're gonna carry on you, that you are carrying, and then you're gonna be a prisoner of these people that you have some problems with, and then you are carrying this on your shoulders, always thinking about the neighbor or your enemy or something like this. Free yourself from this and put it in God's hands and just bless them and pray for them, and this is gone, and then you don't carry something struggling with something that you don't have to have. And in Jesus' name, amen on this beautiful, beautiful Wednesday. Amen. 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 And I'm gonna try to do this. Okay? I'm gonna do this. I'm gonna try to do this. Ég ætla að gera þetta. Það ekki. Hálsinn smá sár og Guð sér við sína. Hann blessaði mig eins og ykkur. En ég ætla að hlusta yfir í. Það ekki fyrsta skipti að vera að velta þessi fyrir þér að ég ætla að gefa þér tækifæri til þess að fara með frelsisbænina og
gefa þér tækifæri hér til að fara með frelsibænina og Guð lofar því að ef þú trúir þessum orðum að Jesú Kristur hafi farið á krossinn og dáið fyrir syndir þínar, hann hefur risið upp á 3. degi og hann sé lifandi í dag. Og þú trúir því að þá kemur heilagur andi inn í hjartaðir og frelsa þig og þú getur haft persónulegt samband og talað við Guð og Guð ansar þér og hjálpar þér og þannig virkar það og þetta er besta ákvörðun sem getur tekið í lífið og það er að fá Guð inn í hjartaðir og það er að taka þessi frelsbönn og stíga þetta skref og gott fyrir alla að gera. And now I'm going to take the salvation prayer, and if you're listening and you've been maybe here listening to us and you haven't taken this step, because God promised if you take that step to have the salvation prayer and take God into your heart, then you can do this now. I'm gonna take the salvation prayer, and if you believe that Jesus went on the cross, died for your sins, and cleansed you with his blood, and he rose on the 3rd day, and he is alive today. If you believe that in your heart, then God is going to send his Holy Spirit into your heart, and he's going to free you. And the Holy Spirit is God, all God. The Father, the Son, the Holy Spirit is going to live inside you. In Jesus' name, amen. 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 Now, have these words after me. I'm going to start reading this in Icelandic and then we're going to go to English. Og ég ætla að byrja að hafa þessi orð eftir mér, þeir sem að hlusta, og ég ætla að byrja að ég ætla að fara með þetta á íslensku og hafa þessi orð eftir mér. Drottinn Jesús. Drottinn Jesús. Ég trúi að þú sért sonur Guðs. Ég trúi að þú sért sonur Guðs. Ég trúi að hafi dáið á krossinum fyrir syndir mínar. Ég trúi að hafi dáið á krossinum fyrir syndir mínar. Og að dýrmætt blóð þitt hreinsa mig af allri synd. Og dýrmætt blóð þitt hreinsa mig af allri synd. Ég trúi að þú hafi risið upp frá dauðum til að gefa mér líf. Ég trúi að hafi risið frá dauðum til að gefa mér líf. Jesús. Jesús. Ég bið þig að fyrirgefa mér allar syndir mínar. Ég bið þig að fyrirgefa mér allar syndir mínar. Og þó mig algjörlega með blóði þínu. Og þú mig algjörlega með blóðu þínu. Hreinsaði hjarta mitt. Hreinsaði hjarta mitt. Endurnýjaði anda minn. Endurnýjaði anda minn. Og gerði mig að nýrri sköpun í þér. Og gerði mig að nýrri sköpun í þér. Ég opnaði hjartað mitt núna. Ég opnaði hjarta mitt núna. Og bið þig að koma inn í líf mitt. Og ég bið þig að koma inn í líf mitt. Vertu drottinn minn og frelsari. Vertu drottinn minn og frelsari. Frá þessum degi vel ég að fylgja þér. Elska þig. Og lifa samkvæmt orði þínu. Þakka þig Jesús. Þakka þér Jesús. Að fyrir blóð þitt. Er í nýsköpun. Fyrirgefin. Endurfædd. Og elskaður af þér. Í Jesu nafni. Amen. Í Jesu nafni. Amen. Já, amen. Og vertu velkomin í Guðsríki og pastor af kirkju hans. Þú sem áttir þessu orð með okkur hér í dag, kvöld. Amen. Þetta var blessun fyrir þig eins og okkur. Ég svo nafni Amen. Því þú skiptir Guð öllu máli. Amen. Og muni það, því skiptir Guð öllu máli. Now I'm gonna read this in English. So have this word after me, and this is a salvation prayer. So, Lord Jesus. Lord Jesus. I believe that you are the Son of God. I believe that you are the Son of God. I believe that you died on the cross for my sins. I believe that you died on the cross for my sins. And that your precious blood cleansed me from all sin. And that your precious blood cleansed me from all sins. I believe that you rose from death to give me life. I believe that you rose from death to give me life. Jesus. Jesus.
I ask you to forgive me for all my sins I ask you to forgive me for all my sins and wash me completely with your blood. and wash me completely with your blood. Cleanse my heart, Cleanse my heart, renew my spirit, renew my spirit, and make me a new creation in you. and make me a new creation in you. I open my heart now. I open my heart now I ask you to come into my life, and I ask you to come into my life, be my Lord and my Savior. be my Lord and my Savior. From this day on, From this day on, I choose to follow you, I choose to follow you, love you, love you, and live according to your word. and live according to your word. Thank you, Jesus, Thank you, Jesus, that through your blood, that through your blood, through your blood I'm cleansed, I'm cleansed, forgiven, forgiven, reborn, reborn, and loved by you. and loved by you. In Jesus' Jesus' name, name, amen. amen. Be welcome to the kingdom of God and be welcome to the church. Amen. Because we believers are the church. Við sem erum trúið, við erum kirkjan. It's not a building, þetta er ekki hús. Við erum musteri Guðs. We are the temple of God. Our bodies are the temple of God. So that's why He uses our body and we are the temple. That's a church. And it's good to know what the church is. And be welcome to God. May this be a blessing to you. I'm sorry for that throat problem I have. That's how it is, but everything went good. Yeah. Like always, God takes care of everything. Amen. In Jesus' name, amen. It's like Amen. beautiful, beautiful everything. Mhm. And now, my beautiful, beautiful wife is always gonna end this. And pray that Jesus taught us. Eins og ávallt hér á Grace Church, Daily Prayer, með mín fallega kona enda þetta á fæðingunum sem Jesús Kristur kenndi okkur Guð sjálfur og mun fara með það og hér fyrir ykkur og við munum sjást á morgun og við elskum okkur og she's gonna end this and we love you here and we're gonna see you tomorrow. Yes. In Jesus' name, amen. In Jesus' name, Amen. amen. Amen on this wonderful Wednesday. Og amen á þessum yndislega miðvikudegi og may Guð bless ykkur og yndislegt af ykkur hérna og fylgjast með kommentunum og allt saman. Listen to the comments and everything. We love you. Everybody is allowed to say whatever they want, and Yeah. we are not judging you. Við erum ekki að dæma ykkur eða fara í eitthvað skoðunar álit á hvað þið eru að tjá ykkur. Það er bara ykkar og við tökum öllu bara á jákvæðan máta. Það er bara þannig. Við erum ekkert hér að velkomna ykkur bara og ykkur er velkomna til okkur. Það er bara svona. Amen. Nú er það fallega komin að enda þetta hér á Daily Prayer. Og Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomin þitt ríki, verði þinn vilji, svo í jörðu sem á himni. Gef oss í dag vort daglegt brauð og fyrirgef oss vorar skuldir og vorar skuldanutum. Haltu oss frá freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt er ríkið, mátturinn og dýrðin að eilífu. Amen. amen on this beautiful Wednesday. Amen á þessum yndislega miðvikudegi. Unnið ávallt, verið góð við hvort annað. Remember, be good to each other and love each other. We love you here from Iceland. Me and my wife, we say bye and we're gonna see you tomorrow. We love you. Við elskum ykkur hérna á Íslandi og yndislegt kvöld hérna á Íslandi og við elskum ykkur og njótið
kvöldsins. Já. Við sendum ást okkar til ykkar Amen. og njótið. Elskum við. Bye bye, sjáumst á morgun. See you tomorrow. Yes.